Næringarfræðingur segir hættulegt að blanda saman orkudrykkjum og áfengi. Slíkt sé orðið mjög algengt á skemmtistöðum hér á landi og geti meðal annars leitt til hjartsláttartruflana. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Í Íslandi í dag í gær var fjallað skaðleg áhrif orkudrykkja og rætt við móður drengs sem leita þurfti að bráðamóttöku vegna koffíneitrunar. Steinar B. Aðalbjörnsson, næringafræðingur, segir ekki síður mikilvægt fyrir fullorðna að fara varlega í neyslu orkudrykkja en algengt orðið að blanda orkudrykkjum saman við áfengi. Þess að þú endist út nóttina og ert á djamminu, þá eru mjög margir sem að fá sér orkudrykki til þess að halda árverkni og geta djamma lengur. En rannsóknir og dæmin hafa sýnt að þegar þú blandar saman koffíni og áfengi að þá geti það leitt til þess að þú upplifir alvarlegar hjartsláttartruflanir og komi rangur taktur í hjarta og svo framvegis. Hann segir þetta mjög algengt á skemmtistöðum hér á landi og það sé mikið áhyggjuefni. Þá vill hann benda foreldrum sérstaklega á munin á íþróttadrykkjum og orkudrykkjum, en svo virðist sem neytendur geti auðveldlega ruglast á þessu tvennu. Íþrótta eða kolvetnadrykkir, eftir hvort þú kallar það, þeir eiga alveg rétt á sig til dæmis í íþróttum þar sem að vökvatap mikið. Til dæmis eins og í fótboltaleik eða handboltaleik eða hlaupum. Þá gengur það upp og vísindin hafa sýnt fram á það að það hjálpar og virkar. En í þessum íþróttadrykkjum, kolvetnadrykkjum, þá ekkert koffín og þar er munurinn.